Þetta var dýrt hérna í kvöld, þetta lá svolítið hjá þér og Mitchell, vantaði kannski upp á að fleiri í Fjölnisliðinu væru að leggja í púkið? Það var náttúrulega bara í fyrri hálfleik, þá bara mættum við ekki leikinn. Við bara vorum að leita að Addu og Mitch allan helvítis fyrri hálfleikinn og það bara gekk ekki og þá bara frosnuðu allir aðrir. Og það bara, við megum ekki treysta bara 2 menn og síðan í síðasta hálfleik, seinni hálfleik reyndum við að bæta upp fyrir mistökin og vorum að fá flæði í leikinn og náðum næstu í leiknum en það dugði ekki til. Þessi þriggja barátta hjá Fjölni, ÍR og Skallagrím, það er kannski ekki gaman að standa í þessu en það verður óneitanlega ekki hægt að segja annað en að það er virkilega gaman að fylgjast með þessu engu að síður. Já, það er örugglega mjög gaman að fylgjast með þessu en þetta var líka sigur sem við þurftum að halda og núna erum við í mjög slæmri stöðu og þurfum að mæta tilbúnir í næsta leik og tilbúnir að berjast á Skallagrím. Þeir mæta dýrvitlausir til leik, þeir voru að vinna Haukana. Og hörku prógram svo sem framöndan hjá okkur, það er engin, hvað segir maður, léttur göngutur framöndan? Nei, alls ekki. Það er bara hver leikur skiptir máli og við þurfum að vinna alla leikina sem skipta máli og bara mæta tilbúinir til leiks og þá getum við unnið öll liðin. Fjölni nokkuð á leiðinni í fyrstu deild? Nei, ekki séns.